Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Þegar ungt fólk greinist með krabbamein þá skiptir mjög miklu máli að vita hvert hægt að leita. Kraftur stuðningsfélag fyrir ungt fólk á aldrinum 18 til 40 ára sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur á öllum aldri. Félagið hefur verið starfrækt í rúm 20 ár og hefur frá upphafi byggt starf sitt á jafningjastuðningi. Norðankraftur samstarfsverkefni Krafts og Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis, stuðningshópur fyrir ungt fólk yngri en 45 ára sem greinst hefur með krabbamein. Hulda, Kraftur var stofnaður fyrir 20 árum. Af hverju? Já, það stórt spurt. Félagið var stofnað á sínum tíma til þess að búa til vettvang fyrir ungt fólk til þess að geta komið saman og stutt hvert annað í gegnum þetta ferli. Og ungu fólki á þeim tíma fannst ekki þessi vettvangur ekki vera til, þar sem að ungt fólk í minnihluta þegar kemur að því að greinast með krabbamein, sem betur fer. Og þannig að þeim fannst vanta þennan vettvang til þess að fólk geti komið saman og miðlaða sinni reynslu og vera til staðar fyrir hvert annað. Þannig að það unni stofnast í kringum bara það að jafningjastuðning, að vilja vera að geta hjálpað og miðlaða sinni reynslu til annarra sem að síðan standa frammi fyrir því að greinast með krabbamein eða vera aðstandandi. Nú ert þú framkvæmdastjóri Krafts núna. Hvenær tókstu við því? Ég tek við fyrir rúmum 2 árum síðan, 2017. Hafði þá lengi verið í stjórnarsetu hjá Krafti og tekið þátt í starfinu, bara sjálfboðalega vinnu. Og þegar mér bauðst þetta starf þá svona, fólki kannski finnst svona, já, auðvitað gerðum það, en fyrir mér var þetta ekki alveg sjálfgefið, ég hugsaði mér, ok, nú er ég búin að vera þrífast í þessu í rauninni í langan tíma og vera að gefa mikið af mér í þetta málefni og mér finnst skipta svo miklu máli að manneskja sem að starfar við svona að hafi hjarta fyrir málstofnum og sé tilbúin til að leggja þetta ekstra á sig og ég þurfti alveg að spyrja mig að því, bara er ég tilbúin til þess að gera þetta að vinnunni minni, því ég hafði alltaf bara verið að gera þetta sem meira svona áhugamál eða svo má segja, þannig að fyrir mig var þetta alveg svona ákveðið skref að þótt ég vissi alveg ég hefði erindi, en þá þurfti ég alveg að spyrja mig, ok, er ég tilbúin til þess að gera þetta bara starfinu mínu, Og af hverju heldur þú hafi verið tilbúin? Hvað var það? Ég spurði mig bara, það sem ég spurði mig var bara, hefur ennþá passjónið, ástríðuna fyrir því, ertu tilbúin að gera þetta hug og hjarta? Og ég hugsaði með mér, já, ég held ég hafi alveg erindi og geti gert eitthvað gott fyrir hennar málstað og bæði að hafa verið í félaginu en líka bara kannski að bera sjálf þessa reynslu. Þannig að mér fannst ég geta svona hafa erindi til þess að geta hjálpa fólki í þessum aðstæðum. Segðu okkur aðeins þína reynslu, bara ef þú tæpir aðeins á henni. Þú greinist með krabbamein 15 ára, er það ekki rétt? Jú. Já, ég er 15 ára, ég greinist með bráðahvítblæði. Var það bara hápunkti gelgjunar að fara í 10. bekk þegar ég greinist með bráðahvítblæði og á þeim tíma náttúrulega þegar maður er á þessum aldri þá náttúrulega er það að greinast með lífsógnandi sjúkdóm bara mjög fjarstæðukennt. Þannig að þetta var rosalega mikil svona vitundar eða hvað svona vakning, bara vá, ég kom upp svona alls konar mjög stóra spurningar, bara að maður væri dauðleg vera þegar maður er 15 ára og ég væri ekki ósnertanleg og það var alveg rosa mikill skóli og svona reynsla sem hefur bara mótað mitt líf rosalega mikið sem ég bara ótrúlega þakklátt fyrir, þótt að ég myndi ekki, þetta er ekki nein lífsreynsla sem ég myndi óska neinum, en enga síður bara hefur einhvern veginn mótað mér rosalega mikið bara minn hugsunarhátt og sem manneskju og annað slíkt. Sara, þú ert að starfa hérna fyrir Norðankraft á Akureyri. Þú hefur líka þína reynslu af krabbameini. Viltu aðeins segja mér frá henni? Já, ég greinist 2016. 33 ára held ég.
og með brjóstakrabbamein og ég held að þessi bara svona svipur reynsla og þegar þú finnst 15 ára, þetta var svona, þetta kemur ekki fyrir mig, þú veist, ég var bara í mínu böbli, í mínu lífi með mína fjölskyldu og datt einhvern veginn ekki í hug, mér fannst amma ætti að greinast með brjóstakrabbamein, ekki ég, sko. Þannig að þetta kom svona pínu. Allir nema ég. Já, þetta var bara, akkurat þannig, ég held að sé bara, fyrir maður kynnist svona reynslu, fyrir en þetta bankar upp hjá manni, ef þetta hefði verið systir mín eða mamma mín eða eitthvað, en ég hef ekki upplifað það. Og núna kemur þetta allt í einu heim til mín einhvern veginn, bankar upp á. Óboðið. Og bara, vá, ok, þetta getur komið fyrir mig. Og það mitt svolítið breytir öllu, sko. En það er það ekki rétt að það svona það bil rúmlega 1 á viku á aldrinum 18 til 40 ára sem greinist með krabbamein á Íslandi? Jú, það er rúmlega 1 á viku. Það er 70 einstaklingar á hverju ári sem eru að greinast á þessum aldri og Kraftur að styðja við bakið á þeim og sem á aðstandendum sem eru á öllum aðskilur, það getur verið foreldrar, makar, börn sem eru í félaginu sem aðstandendur. Já. Förum aðeins í það hvernig þið getið stutt einmitt bæði þá sem greinast og líka þá sem standi í kringum. Þetta er náttúrulega fyrsta stigið er bara algjört áfall, ekki rétt. Hvernig eru viðbrögðin? Hvar getur Kraftur komið inn í akkurat áfallinu? Einmitt. Sko það er náttúrulega mismunandi hvenær Kraftur stígur inn í ferli fólks og það fer alfarið eftir einstaklingnum sjálfum. Hvenær hann ákveður að leita til félagsins. Og það er mjög mismunandi. Sumir eru að leita bara strax við greiningu, aðrir þegar komnir inn í ferli og sumir jafnvel eftir að þeir eru búnir í meðferð. Sko. Og því það er oft skref fyrir fólk að leita sér þessar hjálpara aðstoðar verður líka oft raunverulegra, bara þú veist, að vera að leita til samtaka sem styðja við krabbameinsgreinda, bara já, ég er í alvörunni með krabbamein, þú veist. Þannig oft er þetta svona skref sem er stórt fyrir fólk. En Kraftur rauninni einblínir á það að mæta einstaklingnum þar sem hann er og það er mjög mismunandi Kraftur býður upp á ýmiss konar þjónustu, þú veist, bæði jafningjastuðning, sálfræðiþjónustu, fjárhagslegan stuðning og það er bara mjög mismunandi hvaða sem fólk er að leita til félagsins. Sumir eru alfarið að koma til þess að vilja hitta aðra í sambærilegum sporum, meðan aðrir eru að leita eftir fjárhagslegum stuðningi eða vilja koma í fítónskraft til þess að endurhæfa sig eftir krabbameinsmeðferð. Þannig að erindi fólks er mismunandi og það skiptir bara svo miklu máli að hlusta á hverjar þarfir fólks eru og hvernig við getum mætt þeim. Því það er engin ein rétt leið í gegnum þetta, maður fær bara svolítið að finna sína leið. Hvað er það sem hjálpar mér til að takast á við þetta? Og það getur verið mjög mismunandi. En eins og þú nefndir áðan, þá ræðst stuðningurinn svolítið að því hvar viðkomandi er staddur og gefum okkur til þess að fólk hafi samband bara akkurat daginn eftir það greinist. Já. Hvað ertu þá að bjóða fram af aðstoð? Sko, ég heyra... Fólk í sjokki? Já, maður náttúrulega bara hlusta, oft er þetta líka bara hlusta, skilurðu, heyra hvað fólk hefur að segja og oft þarf fólk líka bara að heyra að það tilheyri einhvers staðar, að það hefur sama stað, það er fólk sem að skilur hvernig það er að fá þessar fregnir og og oftast þegar fólk er að hringja eða er að fá þessar fregnir þá oft býður fólki að koma bara í Kraft og spjalla við mig og segja aðeins frá bara hvaða stuðningur og hvað er í boði hjá félaginu. Og kynnir bara fyrir þeim hvað það er sem þeir geta sótt og líka bara eins og þá líka hvað er í boði út á landsbyggðinni eða fólk býr í Keflavík eða hvað er í þeirra nærbyggð og segja hann líka frá eins og starfi ljóssins og annað og segja þeim frá að Kraftur sé með neyðarsjóð sem að styrkir fólk fjárhagslega, er að styrkja fólk sem lendir í fjárhagslegum örðugleikum vegna veikinda sinna. Við séum með styrk til lyfjakaupa í samstarfi við apótekarann, þar sem apótekarinn er að styrkja í rauninni okkar félagsmenn til þess að kaupa lyf sem er ekki niðurgreidd að öllu leyti. Er það þannig að það er ekki nema einhver ákveðin fjöldi eða ákveðin upphæð? Hvernig er það? Hver getur lyfjakostnaður verið? Ef við bara
byrjum þar. Já, sko, já, lyfjakostnaður, mörg lyf hver eru fyrir utan greiðsluþátttökukerfið og eru ekki þessi sjúkrahúslyf, sem sagt. Öll krabbameinslyf sem slík eru niðurgreidd að fullu sem þú þarft að fá við meðferðinni. En ýmis stöðlyf og annað eru þar fyrir utan sem þú þarft að greiða fyrir að einhverju leyti þótt að sjúkratryggingar greiða á móti. En þegar saman kemur þá getur þetta oft verið mikil kostnaður fyrir fólk. Sérstaklega ef að tímabilið að byrja upp á nýtt og þá ertu ekki komin upp í þriðja þrep eða eitthvað. Því að þetta almanaksári, það ekki ef þú greinist í ágúst eða í desember eða eitthvað. Já. Að það mjög óhagstætt fjárhagslega að greinast á vitlausum tíma. Já, en síðan þetta líka bara svona ýmis stöðlyf sem ef við erum að tala um stöðlyf þá erum við að tala um verkjalyf, við erum að tala um stera og við erum að tala um sýklalyf og augndropana sem þú þarft að taka og lyfin sem þú þarft að sprauta með ef þú ert að fara í eggheimtu. Þannig að það saman kemur og ef þú ert í langtíma meðferð þá oft getur þetta verið kostnaður og þannig að apótekarinn tók það upp á sitt einsdæmi að styrkja ungt fólk til lyfjakaupa sem á sama tíma, við erum náttúrulega ótrúlega þakklátt fyrir, en á sama tíma líka bara svolítið sorgleg staðreynd að það sé staðan, þú veist, að þetta sé ekki niðurgreitt að fullu. En þú ert ungur á þessum aldri, það eru kannski flóknari áskoranir sem þú þarf að takast á við, bæði fjárhagslega og líka kannski með ung börn á framfæri, hvernig þú talar um veikindi við börnin þín, hvernig útskýrir það fyrir þeim og oft kannski eins og ég segi, flóknari áskoranir og oft kannski erfiðari. Og þú kannski líka koma undir við fótunum með námslán á bakinu, jafnvel í skóla, þú veist. Þú býrð á Akureyri þegar þú greinist. Hvernig það frábrugðið og hvaða aukakostnaður kemur fyrir fólk sem býr ekki nálægt þjónustunni í Reykjavík? Já, það bara glatað. Það bara þannig. Það glatað að greinast út á landi. Ég samt heppin, ég á Akureyri, hér fjórðungssjúkrahús og það alveg mjög góð þjónusta hér og það alveg stórt hrós skilið og þau sem að vinna þjónusta sem ég fæ. En þegar ég greinist þá það vantar allt. Það ekkert hér einhvern veginn og hvert ég ætti að fara og annað. Krabbameinsfélagið núna Akureyri búin að taka alveg stakkaskiptum síðustu bara 2-3 árin og með þjónustu og annað. En þegar ég greinast, ég veit ekki eins og við tala þegar fólk að greinast, hvað gerirðu? Þú veist ekki hvað þú átt að gera. Þú veist ekki hvað upplýsingum þú átt að leita, þú veist ekki hvert þú átt að fara. Og allar þessar þjónustur eins og Kraftur var allt í Reykjavík. Og þegar þú ert hér, þá kemst ekkert auðvitað bara eitthvað, skreppum til Reykjavíkur. Ég fór til Reykjavíkur, ég var búin að greina mig, keyri með alla fjölskylduna, ég með stelpu sem ekki komin inn á leikskóla, hún átti að fara til dagmömmu, strákurinn í skóla og við erum bara öll komin í bíl, keyra suður og það allir fyrir sunnan búin að koma mér að einhvern veginn, að því ég utan á landi. Þannig að mér hreint í gegnum allan Landspítalann að það var allir að reyna að hjálpa mér því ég var að koma frá Akureyri svo ég geti klárað þetta einu degi sem væri kannski vika eitthvað, ég veit ekki, fyrir fólk sem væri fyrir sunnan. Svo við getum klárað þetta svo við kæmist heim aftur og svo næsta viðtal aftur að keyra suður og til að fá frekar upplýsingar af því að það öll þjónustan þar sko. Og þetta var alveg pínu, ég þurfti að taka geislameðferðina fyrir sunnan, sérfræðingarnir mínu voru fyrir sunnan, það var ekki hér þegar ákveða að það væri betra fyrir mig að fara í Krabbameinsfélagið þar. Þannig að þetta alveg meira en að segja það. Sko. Þegar ungt fólk greinist með krabbamein skiptir stuðningur og skýrar upplýsingar höfumáli. Árlega greinast 70 á aldrinum 18-40 ára með krabbamein hér á landi og hvert og eitt þeirra hefur aðgang að þéttu stuðningsneti í gegnum Kraft og Norðankraft. Ég tala náttúrulega oft við fólk sem að greinast, sem býr á landsbyggðinni, náttúrulega fólk sem býr á mörgum stöðum á landinu, þarf að sækja alla læknisþjónustu til Reykjavíkur. Vopnafirði, Raufarhöfn. Já, eða geta sótt hingað til Akureyrar, en margir hverjir að sækja meðferð í bæinn. Og ég stundum líka að það hitti fólk á spítalanum þegar við erum með viðtalstíma einu sinni í viku. En það sem kannski svona,
Já, eins og Sara var að lýsa, þú veist, þetta verður svona mikið umstang og líka bara, þú veist, eins og einn okkar félagsmaður bjó á Egilsstöðum og þurfti að sækja alla meðferð í bæinn og þannig að sko, og hún hafði ekki mikið af svona fjölskylda stuðningsneti á Egilsstöðum, þannig að það var ekki auðvelt fyrir henni að fá pössun fyrir börnin sín. Þannig að, og hún eðlilega vildi fá manninn sinn með sér í þessar heimsóknir söður þegar hún var að fara í þessar læknisheimsóknir og í þessar meðferð. Þannig að það var alltaf svo mikið umstæðan hvert þau þurftu að taka bara alla fjölskylduna og sko, og sjúkratryggingar greiða bara fyrir þig og oftast ekki fylgdarmann nema þú sért bara í hjólastól eða farlama, bara getur sýnt fram að þú þurfir á fylgdarmann að halda. En þú myndir aldrei fara, þú veist, þú myndir alltaf taka eitthvað með þér í svona rannsóknir eða í svona meðferð. Þannig að iðulega þarftu að greiða fyrir makaðinn, þú veist, og hvað þá þú veist með börnin þín sem þú kannski getur ekki komið í pössun eitthvað staðar og þá þarf bara að taka alla fjölskylduna með, bara eins og Sara var rúntandi bara til Reykjavík. Það ekkert annað í boði, sko. Makinn þarf bara að taka sér frí og af því að núna þurfum við bara að eyða viku og hvað ætlum við að gera, þú veist. Veröldin alltaf fer bara alveg á hvolf, þú heldur því til haga. Og þú nærðu ekki eins og á landsbyggðinni, þú veist, ég var í Geislum fyrir sunnan, ég þurfti að vera í 2 mánuði, ég þurfti að flytja til Reykjavík frá mánudegi til föstudags, að ef ég væri í Reykjavík, þá tók Geisli mig kannski, þú veist, ég held ég hafi verið fljótust 15 mínútur inn og út, tókum tíman ef þetta gekk vel. Sem ekki mikið röskun ef ég væri fyrir sunnan, ég geti hlaupið bara, ok, ég skýst amma situr yfir ykkur í hálftíma eða eitthvað, en hjá mér var þetta, ég þurfti að flytja búferlum til Reykjavíkur og meðan var maðurinn minn hér og við ákveðum þið takið bara börnin með ykkur, en hann þarf að mæta í skóla og barnið, það virkar ekki alveg, sko. Þannig að þetta alveg pínum púsl. En ef maður hefur bara enga kraft í þetta og bara rosalega veikur sem að maður Akkurat. Hvað þá? Hver stuðningurinn? Hvar er velferðarkerfið okkar í þessu? Sko í dag sem betur fer þetta betra með tilkomin í sjúkrahúshótels sem bara núna á Landspítalareitnum bara. Og þannig að fólk sem að koma út inn á landi og þarf til að mynda að vera í geislameðferðum getur komið inn á sjúkrahótelið og verið þar, þannig að það minna tilstand. En síðan þetta út af því að þessar íbúðir sem að Sara að tala eru í eigu Krabbameinsfélagsins og eru ekki, Landspítalans. Og þá þetta svolítið svona þú þarft að láta vita að þú sért að koma og það að sækja þessar íbúðir, sko, þú veist, eins og segja, þetta ekki sjálfvirkt kerfi. En það kemur mjög gott að tala við Kraft núna og Krabbameinsfélagið til að fá þessar upplýsingar. Já, það einmitt málið, sko, að þú, eins og ég segi, að geta leita til Krafts, leita til Krabbameinsfélagsins í þinni heimabyggð til þess að geta fengið svona hagnýtar upplýsingar hvert þú getur leitað og hvaða stuðningur í boði og hvað þú getur gert, sko. Með bættu samstarfi núna og upplýsingaveitum, eins og Kraftur núna að auka þjónustuna út á landi, ég komin hingað og með skrifstofu hjá Krabbameinsfélaginu, að það orðið svona auðveldari upplýsingagjöfin. Þannig að þetta allt hér, það sálfræðingur og það félagsráðgjafi sem maður getur sótt í og fengið aðstoð. Og þau upp á göngudeild hér eru orðin töluvert betur í stakk búin til að takast á við svona, sko. Eigum við aðeins að víkja þessu bara fjölskyldinu sem stendur í kringum þann sem veikist. Hvaða aðstoð finnst ykkur að þeir þurfi mest á að halda? Og ég hef oft sagt það, ég held að það sé mjög vanmetin aðstaða að vera aðstandandi í þessum sporum og ég held að aðstandendur upplifa oft meiri vanmátt gagnvart þessum aðstæðum heldur en sá sem veikur því að hann hefur eitthvað með verkefni í sínum höndum, þú veist, já ég að fara í þessa meðferð og svo geisla og þú veist, þú hefur þetta eitthvað með svona í þínum höndum en þessum aðstandandi þá stendur svolítið svona við hliðina á þessum einstakling og ert oft svona, hvað get ég gert til þess að hjálpa og þú veist, og hvernig get ég verið til, hvernig get ég hjálpað, þú veist og síðan þetta líka bara oft náttúrulega fer meiri þungi á maka í svona veikindum þar sem að viðkomandi þarf að hugsa heimilið og börnin og annað slíkt þannig að
hann svona þarf að taka meira á sínar herðar og þar af leiðandi skiptir rosalega miklu máli að aðstandendur sæki sér stuðnings og leiti sér ráðgjafar, bæði faglegar og tali líka við aðra aðstandendur sem að hafa verið í svipuðum sporum og til þess að bara, já, þú veist, að fá, þú veist, þannig skilning og hvernig þú getur í rauninni verið til staðar fyrir sjálfa þig til þess að geta verið til staðar fyrir alla aðra í þessum aðstæðum, þú veist. Ég held að mjög fljótlega í greiningunni þarf upplýsingagjöfin að vera rosalega góð til þess að þú getur undirbúið þig. Ef þú ert undirbúin, staðan fyrir að vera bara alltaf að tróða marfa það því þú veist ekki hvað næsta, hvað gerist og kannski aðstandandi pínu í því að og ekki kannski að leita sér hjálpar og grípa inn í einhvers staðar að upplýsingagjöfin sem hægt að veita að því að það ekki eins og þegar ég greinist, ég langt frá því að vera fyrsta manneskjan sem greinist og ég ekki fyrsta unga manneskjan með börn og ekki fyrsta manneskjan út á landi sem greinist, þetta allt til staðar en kerfið bara einhvern veginn búin að vera svo hægt og upplýsingarnar ekkert endilega til staðar og ég þurfti að leita, fannst mér, kom mér rosalega óvart ég þurfti að leita rosalega mikið að því sem hvað það var sem ég þurfti að vita og hvernig ég ætti að undirbúa mig en það sem hjálpaði okkur hvað mest var að við áttum jafningja sem kemur inn og bara búin að taka upp símann bara hæ, hvernig hafið það? Ég búin að vera í þessum sporum og tók maka minn og bara þú skalt passa þetta og þetta og þetta því að minn maki gerði þetta hann bara ok, bless, herri, ég gerði þetta og svo tók hann aftur í símann og það kom inn mjög sterkt sko. Persónulegur ráðgjafi, bara þetta eitt algjörlega, þú veist, ég held að það hafi hann talaði það mikið að og hún dáin í dag, þessi stelpa en vegna hennar einhvern veginn, hann sagði bara í dag nú ég ekki með neitt klett hún var kletturinn hans í að hringja og segja að því hún vissi næsta skref á undan okkur bara þú munt finna þetta og þetta og eitthvað og maki minn gerir svona og það skipti mjög miklu máli. Já, og þeir sem ekki hafa akkurat þennan engaráðgjafa, þeir geta leitað til ykkar. Já. Þú stendur ekki einn, skilurðu, það fólk eins og, það ungt fólk þarna sem ber þessa reynslu sem getur miðlað henni áfram og bara eins og Sara var að segja frá með þessa vinkonu sína sem gat hjálpað henni gegnum sitt ferli að Kraftur með stuðningsnet sem heitir stuðningsnetið þar sem það bil 140 manns sem eru reynsluboltar sem annaðhvort hafa greinst með krabbamein eða eru aðstandendur sem að veita henni jafningjastuðning. Það að segja ef þú ert að greinast með krabbamein eða ert aðstandandi getur óska eftir því að hitta einstakling sem hefur sambærilega reynslu, sækir jafningjastuðning í gegnum Kraft og sálfræðingurinn okkar finnur þá einstakling í stuðningsnetinu sem á svipuðum aldri eða hefur greinst með svipað krabbamein eða og svo framvegis bara eftir þínum þörfum og parar þessa einstaklinga saman sem í rauninni hvað þá segja þinn sponsor þá í gegnum þetta ferli og þið hagið bara ykkar samskiptum hvort sem það í gegnum síma eða hittist, skilurðu, og þetta náttúrulega getur, skiptir einhver máli í rauninni hvar þú býrð á landsbyggðinni eða á landinu, þú getur nýtt henni jafningjastuðning bara í gegnum síma eða Facebook eða eitthvað svoleiðis. Það ekki sjálfgefið að þegar þú sjálfur hefur gengið í gegnum þessa reynslu og eðlilega vilt miðla henni til annarra, en það skiptir svo miklu máli að líka þú hafir stuðning, þú veist, því það getur verið erfitt að rifja upp gamlar minningar eða vera að segja úr þinni reynslu og þá komið líka oft erfiðar aðstæður þegar þú ert að veita jafningjastuðning. Ég meina, einstaklingurinn getur verið, þú veist, mikið veikur eða gengur ekki vel í meðferðinni og við erum bara mannleg, við tökum við það inn á okkur. Þannig að það svo gott að hafa sálfræðingin eða faglega bakland til þess að geta leitað í. Kraftur hefur eiginlega að mínum að gefið Íslendingu svolítið þetta slógan lífið núna. Þið hafið mjög komið því inn í vitundina og eru þið að lifa lífinu núna? Já, ég myndi segja það. Mjög mikið líka. Já, framtíðinni svolítið spontant, sko. En jú, algjörlega, ég alveg þar. Og mín fjölskylda. Ekki það að ég svolítið hamhleypa fyrir, en eftir þetta samt stopp og ég spyr mér þess virði, ætla ég að gera þetta, nei, það skiptir engu máli,
þú veist, ég að fara að gera eða tíma mínum í eitthvað annað. Forgangsraða. Já, og ég ekki að fara að plana hérna, ég man eftir að maður alast upp í að þegar ég verð hætt að vinna, þú veist, þegar ég verð gömul, þegar ég er búin að koma börnunum upp, þá hérna. Ætla ég að fara að lifa. Já, að hérna, það er bara að koma út gluggann, sko. Það verður ekkert, þú gerir þetta núna, jú, vonandi geti gert þetta þegar maður er orðinn gamall, skilur. En hérna, ef mér dettur í hug að gera eitthvað, þá vil ég framkvæma það núna en ekki bíða með það í 15-20 ára eða eitthvað. Hvað segir þú, Hulda? Sko, það slagorð eitthvað svona sem er alltaf svo gott að minna sig á það, skilurðu. Út af því að maður einhvern veginn, þú veist, hraðinn í samfélaginu okkur svo mikill og kröfurnar svo miklar. Það er svo auðvelt að gleyma sér í því, þú veist. Og meira þess að ég sem er bara að fara, er að bera út boðskapinn, það að minna mig á það mjög oft. Að forgangsraða og bara, þú veist, taka inn andartakið. Og mér þykir svo vænt það að við höfum tekið upp aftur þessi kjörorð, út af því að þetta hefur í rauninni fylgt félaginu frá stofnun þess, bara mjög snemma, sem að þetta slagorð kemur upp, lífið er núna. Og byrjaði bara, þú veist, með fyrstu vorum við svona sólargöngur, svona skrúðgöng, þar sem fólk safnaðist saman og labbaði saman niður skólarstíginn til þess að vekja máls á unga fólki og krabbameini. Og þá var þetta slagorð, lífið er núna. Og göngum sólarmegin í lífinu. Og síðan einhvern veginn svolítið svona fendi yfir þetta. En síðan núna þegar við byrjum aftur að perla þessi armbönd, þá vorum við eitthvað, þú veist, því að systurfélög okkar á Norðurlöndunum hafa verið með þessi armbönd Fuck Cancer og við vorum eitthvað svona, já, veist, er það við? Þú veist, er það slagorð sem að endurspegla okkar anda og svona. Og þannig við byrjum að grúska og þá kom upp þetta lífið er núna. Og við varum bara, já, þetta er svo ótrúlega relevant, en líka ekkert endilega fyrir fólk sem að greinist með krabbamein, þetta er bara svo góð áminning fyrir alla að, þú veist, lifa í núinu og taka inn andartakið. En það sem í rauninni gerist þegar þú greinist með svona lífsógnandi sjúkdóm svolítið, og þú ferð svolítið að forgangsraða hlutunum og þú ferð svolítið að vera já, ok, þú veist, lífið akkurat núna, þú veist, þegar þú fattar að þú hefur ekki endalausan tíma, skilurðu. En fólk ekkert alltaf að tengja þetta endilega við kraft eða við okkur, sem ég veist líka alveg frábært, bara að það að þessi komi meira svona bara, þú veist, að fólk sé bara að nota þetta og það að gera eitthvað sem það, þú veist, að fara til útlanda að njóta þess sem það að gera, bara lífið er núna, þú veist. Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður.